Komið þið sæl, kæru hlustundur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag föstudagurinn 23. janúar 2026 og Bitcoin í $89.142 og hjá mér sestur Björn Harðarson. Vertu blessaður, Björn. Blessaður sæl. Hvernig líst þér þá á það? Sko, ég ekki frá því að maður ætti að vera með smá sektarkennd eða bara núna, af því að ég komst að því bara í fyrradag, eða ég held að ekki verið í fyrradag, að það markaður svolítið niður, sko, fóru svolítið niður og það var eiginlega mér sem Íslendingi og okkur Íslendingum að kenna. Útskýrðu? Samkvæmt því sem við förum aðeins í á eftir, samkvæmt ræði Trumps. Já, einmitt. En hann segir þetta ekki hafa áhugjur, þetta áttur að hækka 50%. Ok, sko, hlutin sem ég langar að tala núna, mér langar að tala alveg þó nokkuð mikið þennan viðburði í Davos hjá World Economic Forum. Ég horfði á alla ræðuna í beinni hjá Trump og var alveg áhugaverð fyrir margar hlutasakir og Larry Fink, ég horfði á hana ekki live reyndar og svo hlustaði líka á Brian Armstrong, forstjóra Coinbase Vel gert. í svona Q&A og það var áhvert að sjá, þú veist, krypto var algjörlega konsept í fyrsta skipti, sko, og sama hvað mönnum kann að finnast Trump og hans framferði, að þá held ég að sé eitt sem algjörlega augljóst. Hann maðurinn með valdið og það vita allir, sem mér finnst eitt og sér vera jákvætt að ég fá þá tilfinningu bara ok, forsetinn sem á að vera valdamesti maðurinn, hann raunverulega maðurinn með valdið. Auðvitað það getur verið ágefni ef sá maðurinn mjög unstable, en enga síður ég vil að mestu kosti búa þannig í heimið þar sem maður svona getur, hvað ég segja, tekið svona hlutum eins og hversu valdamiklar ákveðnar stöður eru með svona face value, frekar en þú alltaf að gefa mér, nei, völdin öll að gerast baku tjöldin, eins og maður hefur mjög oft fengið tilfinninguna fyrir, sérstaklega í tíð fyrir forseta. En ok, þetta eitt af því. Svo það sem byrjaði byrjuðum að missa momentumið, það var áhyggjur, vil ég meina allavega, það var svona upp að þessu, það voru áhyggjur af efnahagsmálum í Japan. Stýrivextir þar nú 0,75% og það áhyggjur að það séu einhverjir meiri hlutir að bresta þar. Og svo vil ég ræða tollana. Það átt að koma niðurstaða í Hæstarétti Bandaríkjanna. Og svo kannski bara nýjustu tollana sem var svona fór að staða föstudaginn síðastar eftir að við tókum við hlaðvarpið. Já, og en þessi niðurstaða, sko, sem sagt Hæstaréttar Bandaríkjanna sem átt að koma núna í janúar, miðjan janúar, kom ekki, var frestað ákveðin tíma, sem rekna með í lok janúar, það geti haft gríðarlega áhrif. Já, þetta nú kannski þessi punktar sem ég vil helst ræða, en svo áttu við mjög heimspekilegu og niðurdreymandi spjalli en eftir hádegisverðin okkar sem væri kannski ágætt að fara að sinna á, því að held ég alveg mjög nauðsynlega pælingar. Þannig að það spurning hvort við byrjum bara á Davos. Já, þú veist, ef við að byrja kannski á atburðarásinni bara sem byrjaði á síðasta föstudagi samandi við, ég veit ekki, Grænland og tollamál, þú veist. Það sem ég hugsaði svolítið, minna, þú gætir líku við farið að treyta Trump og tolla. Þetta alltaf sama svona playbookið hjá honum, sko, að hann tilkynir tolla á þau Evrópuríki sem sendu hermenn til Grænlands á föstudag. Hann gerir alltaf rétt fyrir lokurmarkaðir. Svo veit maður bara, þú veist, maður hugsaði það bara áður en eftir þetta, þá hugsaði maður, sko, ok, það sem á eftir að gerast og það það sem gerðist, svo líða dagarnir og svo einhvern tímann vikuna eftir þá kemur tilkynning, það að koma samkomulag og við frestum þessu tollum og eitthvað svoleiðis, sko. Þú gæti verið bara tilbúin að þess að nota bara einhvern botta að selja þegar hann tilkynir einhverja tolla af einhver ríki og bara tilbúin að kaupa aftur viku seinna. Það kannski ekki
það var svona aðeins fannst mér með kryptói kannski að mér fannst kryptó, þú veist, markaðurinn ekki alveg að tekið eins mikið við sér eins og hlutabréfamarkaðurinn að rétta sig af eftir þetta, sko. Sko, þannig þetta ár bara búið að byrja, það er bara mjög leiðilegt að segja, en maður það bara horfast í augu við hérna staðreyndir að kryptó hefur bara ekki náð að halda neinu jákvæðum momentumi. Þú veist, það var núna að byrja aðeins að gera þannig eins og bara það var miklu bjartara yfir þessu í síðastri spjöldluðum saman og hérna svo kemur eitthvað neikvætt innlegg inn í markaðinn og kryptó hríðlækkar og svo þegar kemur eitthvað sem gera verkum að hérna aðri markaði leita aftur upp á við, þá bara kryptó svolítið mikið skilið eftir í ríkinu, sko. Það bara sannleikur eins og staðan núna. Og náttúrulega horfa á gull, sko. Gull bókstaflega alveg að sleikja $5,000 á unsu og þú veist, ég held að bara allt tal núna fer bara að hljóma eins og einhver trúðaskapur, sko, þegar maður fer að tala að það sé að fara að trykla eitthvað niður í Bitcoin og þá ég ekki útilokað að gera það eitthvað tíma síðar, sko, en bara þú veist, það eins og þetta bara búið að vera mjög lengi núna ástand, þar sem bara markaðurinn að velja gull sem áhættuvörn fyrir óróleika í heimsmálum. Og þú veist, og við höfum alltaf talað það að Bitcoin ætti að vera eins og gull svona risk-off, þar þessi áhættuvörn eins og þú segir. En við erum bara að horfast í augu við það að Bitcoin bara treyta bara eins og miklu meira heldur en eins og tæknifyrirtæki heldur en nokkuð tíma. Já, ekki einu sinni, eins og það myndi segja að væri mestu vonbrigðin í þessu, að það eru mestu vonbrigðin í þessu, það ekki einu sinni að gera eins og það, því að þegar þau fara að leita upp á því, þá Bitcoin ekki að fylgja því, sko. Mitt rétt. Og enn síður aðra rafmyndir, þannig að það verður bara að horfast í augu við staðina, það bara gríðarlega eitthvað þung og svartsýn staða, skilur. Það bara, þú veist, hann markaðurinn alltaf að upplega þetta, þú veist, við náðum hann aðeins að fara hvað í 50 í fyrir grít, hvort við fórum 52, við erum aftur byrjað að leita niður og erum að nálgast Extreme 4 aftur, sko. Og það alveg sama þó að kaupallarsjóðir sem byrjaði að kaupa, nú þú veist, þarna á mánudaginn gerði bara Michael Saylor ég held ég 50 stæðstu kaupsinn á Bitcoin, hann komin yfir 700.000 og fyrir utan það hvað okkur finnst hann orðið svona mikið, þú veist, þá einhvern veginn markaðurinn ekkert að taka við sig eins og við höfum bara talað með aftur og aftur, út frá einhverjum svona jákvæðum einhvern veginn fréttum. Ég sá einhverja tölur hvað þú veist kaupallarsjóðir og hvað heitir það, bara þessi dattfyrirtæki eins og Michael Saylor væri búin að kaupa mikið Bitcoin á einhvern veginn árinu, sko, og það var, þú veist, 577.000 Bitcoin á einu ári, sem alveg gríðalegt magn, en það ekkert að koma inn í verðið, sko. Nei. Þetta þá jákvæmt bara svona long term, en við býðum. En svo, sko, yfir í hérna Davos og hérna Trump talar í rúman klukkutíma og þú veist, sko, að mestu leyti var þetta bara eitthvað klassíst, svona bara, hann var bara eitthvað að ranta og bladra. Samt verði að segja, maður að vera áttræður. Mér finnst alveg frekar impressíft að þú geti verið á þessum aldri, tala blaðlaust í rúman klukkutíma og allavega sagt það sem þú vilt segja, sko. Skilurðu. Hann ekki að ganga frá þess að ræðu og hugsa, ég gleymdi þessu og þessu og þessu, sko. Mér finnst það mjög merkilegt, sko, og hérna hann eitthvað alveg svona, þú veist, hann náttúrulega, já, sko, það eitt og sér finnst mér áhugavert, en það sem merkilegt, við getum auðvitað talað þetta þetta Grænlandsævintýri aðeins, af því að allt hefur þetta áhrif á markaði, en fyrir utan það, þá talar hann sérstaklega kryptó í þessari ræðu. Já. Ekki mjög lengi, en segir enga síður að hann muni sjá til þess að Bandaríkin will remain the crypto capital of the world. Og ég verð bara viðurkenna að á þessum vettvangi, World Economic Forum, sem
hvað ég segja, þetta svona World Economic Forum svona einn helsti skotspónn svona þeir sem hafa verið kallað álattar og samsæriskenningasmiðir og fylgjendur að þetta sé svolítið bara svona rót alls íls Illuminati einhvers konar samtök hvað hæft í því, ég bara hef ekki hugmyndu það en eitt veit ég allavega, ég þykist vita að þessi samtök hafa ekki verið mjög hrifin af konstantun sem Bitcoin að bara eitthvað algjört frels og friðhelgi einkalífs einstaklings í fjármálum og svona meiri dreifstýring í fjármálum, þetta ekki verið En svo komið nýr maður í brúniðar Já Larry Fink Já, einmitt, og hann segir eitt sem mjög áhvert í sinni ræðu, hann ætla að vera að tala um tokenization og að það sé framtíðin, en hann segir annað sem finnst svolítið áhvert að hann segir eitthvað á þá leiðir bara heyrðu, við hér í þessum sal við þurfum bara að horfast í augu við það að powerið okkar bara að dragast mjög mikið saman á tímum þar sem traust til stofnana fer bara þverrandi og mjög hratt og ég meina kosningasigur Trump var að mörgu leyti, þú veist, mér það vera svona alveg sama hvað menn kom í ljós hversu góður eða slæmur forseti Trump var, þú veist, þetta var svo skýr vitnisburður að heyrðu, fólk fært að hugsa sjálfstætt og kjósa eftir þeirri hugsun og koma þeim manni til valda sem fólki vill og það var að gera með Trump því að öll mídían, allt establishmenti var að segja að gaurinn bara klikkaður og ekki bara það, heldur gaurinn á engan séns og þú vilt ekki verið í tapliðinu og sjáðu einu sem að kjósa Trump bara eitthvað svona þú veist, lið með undir 70 IQ og einhverju bigotar, skilur, þú vilt ekki vera þar þannig að kjóstu Kamilu, þar ertu með svona flott fólk, skilur, og fólk var bara ekki að kaupa þetta og það finnst mér eitt og sér ótrúlega fallegt auðvitað væri það mikil vonbrigði ef svo reynist tilfelli vera að Trump var bara ekki málið en þá eftir að koma í ljós og Larry Fink virðalega átt að segja á þessu og hann sagði bara, við verðum eitthvað að breyta taktík og þú veist, ég bind svo miklar vonir við, maður bara verður að gera, ef maður gerir ekki, þú veist, hvernig fer maður fram úr rúminu á morgnana, að þeir sem einhvern, og þeir verið svona frá öðru og alda, það alltaf einhverjir áhrifamiklir aðalir hverju samfélag sem vilja stjórn og dóminera öllu fólkin, þetta bara, þú veist, árþúsundir aftur tíman, þetta bara mannlega konseptið, en ég trúi því að einhvern tilgangur mannkynnsins að við lifum á endanum frjáls í hagsæld, friðsæld og tækniframförum og einhvers konar svona siðferðilegri og menningarlegri svona liftum okkur upp á hærra plan og ég samt ekki vissum að þessir menn þarna deili þessu ég alveg með þér í því en ég að segja að það samt ákveðin sigur ef maðurinn í brúniðar áttar sig kannski á, herðu, þú veist, við getum ekki lengur bara dominerað liðið með sama hætti og við höfum gert þú veist, í mjög langan tíma því að það að bara, fólk að verða þú veist, tilkomið internetsins með tilkomið þess hvernig upplýsingar ferðast myndliðum, tilkomið þess hvernig allt að verða dreifstýrara og svo að koma tækni eins og gervigreind og krypto og þetta að, þú veist, konstið muni ekki, við þurfum að laga okkur að breyttum tíma og breyttir tækni Já, en svo spurning hvernig þú notar hana, hver hugmyndafræði þeirra nota hana, að nota hana til þess að ná meiri stjórn á fólki og þar kemur inn á þetta sem kannski bara ágætt að við tökum núna en ég hugsa mér að taka síðar í þættinum en það eða bara betra að við tökum það núna af því að eftir lönsun okkar og reyndar meðan á lönsunum stóð þá fórum við í svona heimspekilegar pælingar sem voru ekkert allt of uppliftandi og ég velti verið með hvort að spil inn í hvað markaðurinn dræmur og að heilsa okkar beggja núna þú loksins orðin hérna veikur líka sé að spil inn í og það janúar á Íslandi þannig að mögulega eru við bara einhvern caught in a moment en þetta byrja á því að ég sagði við herru, að hugsa bara
fyrirbæri bíl. Þetta svona ótrúlega sterkt frelsis fyrirbæri. Það að segja frjálsbílaeign og frjálsakstur. Og ég tók sem daginn bara, þú veist, ef ég andvaka einhverja miðja sumarnótt og það bara fallit veður úti og ég hugsa bara, heyrðu, af hverju ekki? Ég bara ætla að skella hún út í bíl, taka bara rúntinn inn á Þingvelli og dásta náttúrun og hlusta á góða tónlist og vera bara einn með sjálfum mér að láta hugan reika. Og ég þarf ekki að tala við kóngni prest og það enginn að vita þessu frekar en ég kýs, sko. Þú veist, þetta ótrúlega skýr birtingamynd að ég sé frjáls maður. Og þú veist, allir, þú veist, öll alræðisríki, fasistaríki, kommunistríki, þau eru aldrei hrifin að þessu konsepti. Svo hugsaður, ok, hvernig myndir þú breyta þessu fyrirbæri sem bíl er? Ég þetta væri ákúrat hið öfugs núna, bara mjög öflugt verkværi til að skerða frelsi og hugsa, ok, þú veist, algjörlega sjálfgerandi bílar sem ég tek fram eitt og sér finnst mér vera bara frábærtækni og held að sé algjörlega framtíðin, en þú myndir bæta þig við að herðu. Þú getur ekki farið inn í bílinn og láta hann keyra nema að vera til dæmis búin að fá leyfi, þú ert að senda einhverja beiðni inn til einhverja stofnunar. Hún mun halda utan allar upplýsingar, taka mynda þegar þú kemur inn í bílinn, þú ert að biðja mér að fá að fara á rúnt á Þingvelli og ok, hvað ætlar að gera? Ég ætla bara að hlusta á tónlist og bara, nei, sorry, það er ekki nauðsynlegt erindi, beiðni hafnað, sko. Þannig er þetta algjörlega búin að taka þetta fyrir bara úr að þetta var mjög öflugt verkværi til að auka og efla frelsi yfir í hið núna. Og þá er það ok, hvað er annað verkværi? Hvað er annað fyrirbæri sem er gríðarlega öflugt frelsisfyrirbæri sem er ástæðan fyrir að við höfum orðið svona hrifnir að þessu? Það er Bitcoin og krypto. Og nú hvernig myndirðu breyta þessu í ákvörð eins og dæmi með bílinn? Að ég held að eins og segir, ég held að sé fullt af öflum sem er að hugsa, jú, getum við ekki eitthvað veginn gert það? Ég ætla reyndar að segja, árinni klára þetta og sendi boltan yfir þig, að ég sé ekki eins skýr og auðvelda leið til að breyta krypto eins og ég gat breytt bílnum og það gefur mér mikla von í brjósti. En hún veit ég eitthvað á þá leið að þú náttúrulega leifir eitthvað veginn, þú ert alltaf að draga úr dreifstýringu. Þú mátt ekki lengur, þú veist, til dæmis bara kaupa allir megi ekki lengur alltaf bara draga kónin heim, mátt ekki lengur senda á veski sem þú stjórnar sjálfur, mátt ekki lengur senda á plattform sem eru dreifstýrð og einu sem fá að nota raunverulega dreifstýru tæknina í grunninn eru þá bara einhverju bankar og stofnanir, sko. Þá hún rauninni, má deilum hvort þú sé dreifstýr lengur ef að það nógja kostum og þú ert að skráði inn með rafrænum skilríkjum og social security number í Bandaríkjunum og svoleiðis, meina, að því þú veist, í sambandi við þetta, þá getum við hugsað, sko, ok, seðlar eru einhvern veginn þannig að þeir eru kannski meira frelsi í þeim, þú veist, ég get réttir pening og keyptu snúðin í það kemur hvergi fram, það veit enginn að ég gaf þér fyrir snúð, en sko, þú veist, bálkakenn getur þó rakið færslur, það er bara ekki vita að þetta er hálf reykjalegt, það er ekki vita hver það er, en þú veist, ég hugsaði mikið þetta þegar ég skoðaði þessar breytingar tillögur sem komu inn í Clarity Act, er að það hljómaði svona eins og þeir væru rauninni að vilja breyta þessu þannig að það væri bara kontról á öllu og þá, þú veist, þá kemur þessu pæling sem að ég er allan búin að vera með lengi, að þú veist að mögulega einhvers staðar á baku tjöldin. Þú veist, þá er bara verið mikil andstæða fyrir centralized, hvað heitir það, Federal Digital CBDCs. Já, einmitt, Central Bank Digital Currency. Já, það sem að rauninni, það átt að geta stýrt í bara að þú kikast ekki kefti skyndibita þegar þú ert ofeitur eða hvernig sem það er, sko. Og þeir sem að halda maður sé að grínast þegar maður tekur hana dæmi, bara think again, sko. Þetta er ekkert jók, þú veist. Og þú veist, og Kína er komið með það og þú veist, Evrópa er Evrópusambandi vill koma með svona mynd, sko, og það var mikil andstæði í Bandaríkjunum fyrir því, en það, svo hafa sumi... En það er náttúrulega anti-CBDC frumvarp, Trump er búin að lofa, það mun aldrei, svona fyrirbæri mun aldrei líta dagsins ljós í Bandaríkjunum. En ég hef stundum áhyggjur af því að það sé backdoor-leið inn í þetta, að rauninni, verður rauninni, með öllum, ef að þetta allt saman er samþykkt sem að var að koma hugmyndir inn í þetta Clarity Act,
þá alveg ekkit endilega flókið að breyta USDC smá að einhverju leiti í einhvers konar stýringu á því. Við vitum að það er hægt að stýra. Ég meina, Venezuela-málið var að koma í ljós að Venezuela hafði verið að selja olíu á baku tjöldun í svona, þú veist, að þið voru sanctions með USDT og á Tron-networkinu og meina og þeir voru látnir frista það hvað heitir USDT fyrirtæki Tether þú veist, auðvitað stýðum maður og þeir geta það auðvitað stýðum maður eitthvað svona, þú veist, þetta alltaf samt þessi spurning, þú veist, hvenar viltu vera svona frjáls ég stýði ekki konceptið nei af því að ég sé bara, þetta er fórnarkostnaður sem verður að lifa með alveg svo frelsið við getum nefnt svo mikið af slæmum hlutum sem leiða af frelsinu en við göngum út frá því sem samfélag að það er til svo mikils að vinna að lifa í frjálsu samfélagi að við erum til í að umbera mjög mikið af slæm málengur til fylgja frelsinu, ekki ótakmarkað þú veist, það eru allir sammálum sem hafa brotið heilan þetta viðfangsefni það eru allir sammálum að einhverjar hömlur og þessi umræð hefur oft komið upp hún kom til dæmis upp í þessu stóra bæpitaki frá Norður Kóreu þá kom þessu umræð hvort að í Ethereum ætti að frista þessa myndir sko og roll it back var það ekki roll it back einhvern veginn sko. Og niðurstaðan var að frelsi mikilvægara heldur en að þeir fá ekki myndina og kannski var ástæðan bara svo að Bybit var ekki með sama power og til dæmis bandaríska ríki sko, í þessu dæmi sko. Þannig að já, þetta er mjög áhvert að og þú veist, og það alltaf verið að þrengja ég sagði sögu að þú veist að ég var stættur á Spáni og ætlaði að leggja inn 500 eurur já, svakalig saga og þú veist, ég hafði verið 500 eurur sko. já, og ég hafði bara keypt gjaldeyri á löglegan hátt og við ekki tekið nótu ég fengi nótu en eins og maður gerir bara að fara eitthvað í bankanum þú komið í ruslið bara í andirinn í bankanum og svo bara var ég búin að versla það sem ég þurfti að versla úti og ég sagði ég legg þetta inn og mér í reikning út á Spáni ég sagði legg þetta inn og ég fyrir bara í góðri trúin í bankan og segi ég ætla að legg þetta inn og hann byrja strax ertu með kvittununa fyrir því hvaða bankareikning það var tekið nei og þá bara svona eiginlega hálfpartinn svona raunaðan yfir mig peningaþvætti og svona ég bara var svona hálfpartinn rekin út úr bankanum já, bara heppin að vera ekki leittur út í járnum já, ég var í svona smá sjokki og ég sagði bara wow, þú veist, mér dætti þetta aldrei í hug ég get ekki lagt inn 500 eurur þú sýnir manni hvað, þú veist Ísland er þó enn sem komið er svona í lagi með að við bara, maður þarf ekki að fara lengra en sko, maður hefði haldið að væri að tala um sko einhverja sögur sem gerist í Norður Kóreu sko, en þetta var Spáni sko. Já, og þú veist, og í Evrópa sérstaklega, ég fór með þess að til Danmörkur einhvern veginn fyrir 2 árum síðan með þarna, mér finnst alltaf gott að taka með mér gjaldeyrir og mér var bara neitað í svona 80% tilvika að tækju við því og sagt bara, já, byrju, ertu með manneskjupeninga? Það er enginn með manneskjupeninga lengur. Manneskjupeninga? Já, manneskjupeninga. Já, áhugavert. Af því að það eru andlit á peningunum, eða er það gott með manneskjupeninga? Já, það ekki. Okay. En sko, já... Þú veist, ég hef alveg ágjörð þessu og sérstaklega eftir þetta svona, þetta Clarity Act dæmi og þú veist, það er alls konar hagsmuna. Það bankarnir vilja halda í sína hagsmuni. Ég meina, og ég bara tek ofan fyrir hún Brian Armstrong í Coinbase að hafa haldið áfram að vera harður á þessu hann hefur fengið gagnrýni Kraken gagnrýndi þetta Circles USDC gagnrýndi þetta og hann Garlinghouse hjá Ripple hann vildi bara samþykkja þetta og þú veist, þetta hagsmunir mögulega þeirra er bankamegin Já, sko Trump kom inn á þetta í þessar ræðu það er bara staðreind og ég meina ég ætla að vera eitthvað ópólitískur hérna sko, en ég held að sé allavega fleiri og fleiri eiga erfiðara með að
þræta fyrir þessa staðhæfingu, bara Evrópa að framma í mjög slæma átt. Já. Og það má alltaf deilum hvað veldur því sko, og sumir myndir komið svarið, við þurfum bara að fara enn lengra í að bara sko, þú veist, ef við myndum að koma að Evrópu þannig bara að þú yrðir bókstaflega handtekinn og myndir dúsa í viku fyrir að koma 500 eurur án kvittunar í bankan, þá kannski Evrópa á betri stað sko. Þú veist, ég held ekki, og það þarf eitthvað bara að taka samtalið þetta sko, en það virðist vera bara því miður að það eitthvað veginn. Þú veist, þetta bara svona eins og þú þekkir þetta að fylgjast með einhverju liði í enska og það ekkert að ganga upp og eina sem þjálfarinn einhvern kemur með bara meira af því sama, skilurðu. Og maður bara svona, þú veist, bara, við þurfum einmitt bara að fara að stokka upp algjörlega, sko, og bara gera eitthvað allt annað, sko, því að þú ert bara að grafa dýpri hólu, en það kannski svona aðeins út fyrir skópið í þessu lávarpi, en þetta kemur nú allt heim og saman við að því sko það sem ég finnst svo áhugavert við þessi tímabil, þetta til og bara tímabil sem er að ganga í gegnum núna það sem markarinn í mikil lægð og þú veist, ég ekki bara alveg viðurkenna heiðarlega, þú veist, þetta hefur alveg áhrif á mann og mér finnst ég alveg greina hjá mörgum svona hvað ég segja, einhvers konar afneitun sem bara hafa óbyrjandi trú eins og við höfum en einhvern svona bara neita fyrir möguleikan að hlutinni geti spilast illa út bara, þú veist, þetta alltaf að fara upp þetta bara eitthvað, tímabundið þetta við gerst miljónsum áður, fólk bara ekki að fatta þetta, markan ekki að fatta þetta, svo gerist það svona hratt og þeir vera verðlunað mest sem hafa haldið sér lengst í þetta og keypt sér mest og auðvitað í grunninn trúi þessu, en ég bara segja maður samt bara tilfinningavera og auðvitað hefur þetta áhrif á hann kannski spilar eini eins og segja, ég fekk influensu jólin og ég renna jafna maður og það janúar á Íslandi og markarnir er búin að vera í lagð miklu lengur en ég og við þurfum alltaf að face the music á hverjum föstudegi í þessu hlaðarpi en þú veist, maður spyr sjónundilega bara, þú veist, skilur, þú veist, framtíðin að fara að spilast út með þeim hætti sem maður einhvern búin að leggja alltaf við í síðustu ár Ertu þá að minna að hækka? Já, bara hækka og sko, auðvitað það en líka bara að heimurinn muni tilengja sér Bitcoin og kryptó með þessum fallega notagildis, frelsis svona hvað kallar maður þetta svona the empowering of the individual hætti, fattar þú hvað að fara? Þú veist, sko, það framtíðarsýnin sem að var svo hugfangin að en ég eins og með brilljant punkt til að loka nefnum sem er góðan punkt núna. Já, þú veist, ég er með nokkra punktar saman til þetta, þú mátt klára. Já, því að ég var að ræða þetta líka við Sölva Tryggva og sem er orðin bara mjög mikill Bitcoiner og hann orðaði þetta bara, ég gæti ekki verið meira sammálunum. Hann sagði bara, heyrðu, sko, maður bara gerir upp sig, hvaða framtíða sín vill maður, hvaða framtíða sín styður maður og þú veist, maður styður einmitt þetta en hann sko fallega heim sem maður hefur alltaf séð fyrir sér með Bitcoin og krypto í farabróti og það sagði hann bara, og hvers konar maður maður en maður ekki tilbúin að setja steik í það og ræta það, skilur þú hvað að fara og þannig að ég get ekki verið meira sammála því en svo líka og til að bara botna þetta þá hugsa líka alltaf þannig bara, ok hvort sem í heimi þar sem þessi framtíðsýn ekki að fara að rætast þá ég bara ekki að sjá neitt annað en bara eitthvað dystopian future og þá sé ég bara ekki þá maður hvort game over sko. Þannig að maður getur alveg eins verið all inn í krypto og Bitcoin og trúa á þetta því að þú veist skilur þú veist, ef þetta alltaf fara að vera eitthvað CBDC og þú veist, þú mátt ekki lappið með 500 eurur og skilur og þú veist, þú verður bara að fara í eitthvað stalinist samfélag, sko, þá, þú veist ég held að það hafi verið líst of my worry að ég tapa öllum peningunum mínum að veðja okkar fallega framtíð, sko Já, þú veist, ég held að þú veist, Bitcoin áfram Bitcoin og hefur ekkert breyst eina sem hefur breyst að út frá þessu, hvað sagt, fyrst hunsaðir þig síðan berjast við þig og endanum, joinaðir þig Já, einmitt ignore you
fight you, laugh at you and then join you. Já, eitthvað svo Ignore you, laugh at you, fight you, join you. Já. Og það sem hefur breyst bara, við erum komin á join you stig hjá þessum stóru, sko. Já. En það þýðir ekki að Bitcoin sé ekki gott fyrir því til að, hvað að segja, mótmæla svolítið þessu fiat-kerfi heimsins, allavega, og þú veist, við hugsaum út frá verðinu, þú veist, þetta út af að ég var að lesa klukka aðeins í skýrslur frá Ark Invest sem er Cathy Wood sem Já, einmitt, ég var alveg hana líka. Og það, þú veist, það var margt áhugavert í því og þú bara kíkir á hana fram í 2030, þá er bara, þú veist, fyrir bálkakeðju tæknin og fyrir Ethereum, Solana og þetta og þú veist, Bitcoin, þá er framtíðin björt ef að þetta stendst einhvern veginn, en bara ákvörð núna, þú veist, og það er kannski þess að maður þarf svolítið að minna sig á, ákvörð núna þá er þetta bæði erfitt verðlega séð og við erum að sjá svona, það eru þessu öfl sem er að reyna að breyta og taka yfir þessa flottu tækni sem eru bankakerfi og við viljum það helst ekki og við viljum allan ekki að taka yfir allt einhvern veginn, það hlaut að koma að því að þeir kæmi inn í þetta og svo það sem gerir þetta ennþá verða, það er ekki bara því að janúar, það er ekki bara, þú veist, að því að við erum með einhverja flensuenginni og okkur, það er líka bara sem ég var að hugsa að, þú veist, oft höfum við setið inn í þættunum og maður verið svona spásn út frá sögunni einhvern veginn, núna erum við búin að vera í nokkra vikur sem bara við höfum ekki hugmynd það hvort að við séum í full-blown bearmarkað eða tímabundum bearmarkað, hvort við förum upp á árunni, hvort þessi ár í niðursveiflu, við höfum ekki hugmynd það, þú veist, minna þú bara pælir í því, ef að Bitcoin ætti að fylgja bara í prósentulega sér 4 ára hringrás, þá ættu eftir að fara eitthvað 50% niður og ættum eftir að fara niður $57,000 að verð með það. Og það gerðist í síðasta bear market, þá fórum við 55% niður, við byrjuðum að fara aðeins upp og hengum þar einhvern veginn, svo fórum við bara held í aftur eitthvað 60% niður eftir það. Það má svona ekki gleyma því þegar við setjum þessa tölu fram er að þú veist, Bitcoin náði ekki, hækkaði ekki eins mikið, það kom ekkert blow up þá hlýtur það að hafa áhrif á hversu mikið það fyrir niður, en það sem ég finnst erfitt í þessu þegar að fólk, ég sé að fólk er farið að hafa sambandi við mig sem er bara árið kvíðið og ég vil að hugsa að selja í tapi og þarna sem ég er nú aldrei hrifinn af sko og þá spyr ég alltaf, menn að þarf það á þessum peninga að halda næstu mánuðin eða næstu 6 mánuðina. Bara skipta peningar í máli yfir höfuð. Já, er þetta ekki bara rómantík? Er þetta ekki bara rómantíkin? Stuðja þessa hugmynd? Og þú veist, ég veit ekki, mér á kannski sniðu þetta fyrir suma bara þetta fara aðeins upp í 96-7, seldu þá og keiftu aftur í 80 og svona leiktu aðeins að þessu, en þá kemur hugsunin eða þú verður að gera þetta og kemur alltaf hugsunin, ok, byrju, þessi taktík virkar aldrei. Nei, og líka það sem ég gerir virkar aldrei. Allir sem reyna eitthvað svona, ég díla við svo endalasta fólki sem byrja allir svo myndköpum, kaupir eitthvað, svo heyrir aftur í með 6 mánuði og það er kannski break even. Þau hugsa bara, wow maður, ég hef ekki verið búin að græða svo mikið peninga, ég hef bara selt hérna þegar þú fór hana og svo keifta þetta hana, bara, já. Hver sem er bara lítið á hvað tjart, ég bara lofa því að þú svo reynir að gera þetta. Það væri gaman að selja eftir á, aftur í tíman. Það væri alveg brilljant, sko. Þú veist, þá myndi ég kaupa bara hvað sem er, sko. En það er málið. Þannig að þessi taktík að reyna þetta mun alltaf feila. Líka það sem að gera það svo erfitt ef ég var að gera þetta og segjum að ég myndi bara festa einhverja tölu, bara 97,5 og ætla að kaupa aftur í 88. Sko, það sem ég stæði líka frammi fyrir er það að það kannski fer oft upp í 98. Svo einn daginn kemur þessu einn af þessum 10 dögum á ári sem að tekur mestu hækkunum. Já. Og það hefði alveg getað gert þegar það fór 98 núna, það er ekki líklegt. Það hefði alveg getað skott upp í 140 og þú endur á panik kaupaði aftur inn í 130 skiluru og svo lækkar það, þú veist, þetta er alltaf þannig sem það fyrir. Ef Trump hefði ekki komið tollamálin og þú veist, það er endar mér vestur að tala um það að þú komst inn á mjög góðan punkt þannig áðan, sko, að þú veist, allir voru að skýra út frá tollum Trump, ég held að sé alveg hlutaði, en það gleymist svolítið að þetta japanskt mál er örugglega að hafa tölulegur áhrif, sko. Já, og við skulum fara í það núna, sko, ég er svo sem ekkert mjög djúpur í því en við getum alltaf að tala eitthvað, en ég ætla bara að loka þessu á að segja, ég er byrjar að upplifa hversu bullish eða bearish maður er gafart Bitcoin
þegar maður er farin að skilja konstið sem Bitcoin það einfaldlega bara hversu bjartsýn ertu á framtíð mannkynins eða ekki. No joke. Það bara mælikvarðana, þú skilur og svona, ég finna helst algjörlega hendur að einu skiptin þegar það svona sækir einhver efi á mig sko, að mér að þá það alltaf út af því að ég byrja bara að efast svona nánustu framtíð mannkynins, að við séum að fara að sigla í góða tíma. En svo minnir mér bara það sko að þú veist, mannkyni hefur, og ég vil bara hafa hérna orð, hann Berðhús Mássonar í HM sko, hann sagði bara, veist, við erum alveg að klára hann vetur, þetta 2-3 ára eftir og svo erum við bara að fara að sigla inn í mestu veislu allra tíma mannkynssögunar. Þannig ég ætla bara að trú honum þar til hann kemur í ljós. Og það þýðir bandalega að Bandaríkin sem svona superpower sem stýrir fjármálakerfi heimsins gæti fara að enda. Sko, ég held að þetta sé meira þannig að til þess að þessi framtíð sem hans Berðhús rætist, þá held ég sé að vera frekar ljóst, að þú veist, Bandaríkin verður að vera kletturinn í þessu sem við höfum kallað, þú veist, vestræn mannréttindi, þú veist, með frelsið og frjálsa markaða leiðarljósi. Þú veist, þeir verða að vera sigurvegarar á þessu. Skilu, ég held að sé mjög erfitt að segja og vera heilu sjálf og segja, nei, ég freka til ég að bara Kína taki yfir allan heiminn, sko. Ég er ekki spenntur fyrir því. Og ég er fyrir löngu búin að missa trú á að ESB eða Evrópa geti orðið einhvers konar verndarengill yfir einhverju fallegum heimi sko, fyrir okkur í Evrópu sko. Ég held að sé bara, það verður að vera Bandaríkin sem leiðir þetta, þeir verða að vinna gervigreindarkapphlaupið, það bara númer 1, 2 og 3 og þú veist, þeir verða að ná að eitthvað sneiða fram í okkur í borgarastyrjöld og okkur rugli þar í landi, þeir verða að, þú veist, forsetinn verður að ná að sameina þjóðina eins og hún hefur svo oft verið og gert ótrúlega hluti gegnum söguna þegar hún sameinuð, þegar allir eru eitthvað stoltir að vera Bandaríkjamenn, þetta þarf að gerast. Þú veist, annars á ég mjög erfitt með að sjá að nánasta framtíð, þú veist, þá maður að fara að skoða bara eitthvað lönd í heiminum El Salvador eða eitthvað, sko, og bara, þú veist, þegar ég vil bara búa hér, þetta kannski bara síðasta, en ok, við komum svona, en ok, með Japan, sko, ég ekkert mjög djúpur í þessu, en það byrja bara strax að koma, þeir eru núna í 75 punktum, stýrivöxtin í Japan. Sem bara mjög hátt með að við bara síðustu áratugi. Mjög hátt með Japan og það eru bara áframhaldandi áhyggjur af því að það veri jafnvel frekarhækkanir og að bara svona það séu meiri kerfislegi brestir þarna en sko og ég vil menna þegar það var ekki mikið talað um þetta að kom ekki svona einn dagur sem þetta var aðalfréttin og það var alveg dagur fannst mér sem við flippuðum úr að vera frekar svona jákvætt bara vorum í 90 okkar hátt yfir í það að við fórum bara aftur í 90 og svo undir og einhvern stemningi var aftur Svartsýn og svona kemur Davos og tekur daldi bara yfir allar svona fréttir og umræður en sko ég ætla ástæður ég hef ekki svo miklar ágjur að þessu að þegar þetta krassaði markaðin algjörlega fyrst þá kom þetta svo rosalega óvænt og markaðin bregst alltaf mjög illa við því þegar eitthvað kemur svo þrumur heiskjur lofti og þú veist svakalegt krass menn þurft að likvidita eignir sína á föstudegi myndi eftir lókun markaða pluss að ég er nú ekki búin að skoða okkur tölur það en ég leyfi mér að það getur ekki verið óábyrgt að gefa sér það að þessar gríðarlegu skuldastöður í jenum þar sem lánin voru nýtt til að kaupa eignir ekki síst á bandarísku markaði skuldabréf, hlutabréf, kryptó að þær séu miklu óverulegri Já, það er mjög langt síðan við tölum þetta fyrst þegar þau fóru upp í 25 punkta. Þá byrjaði þetta að svona snúast tilbaka en svo þetta gerist það líka þegar vextir hækka í Japan að Japanir sjálfur kannski líka sem hafa keypt ríkisskuldabréf í Bandaríkjunum að því þetta var auðvitað þannig bara ef við rýmum það upp að þú gast ekki 0% að lána 0% vöxtum og keypt bara mjög örugga fjárfestingu sem var bandarísk ríkisskuldabréf og fengið yfir 4% vexti á þeim og nú segja menn jafnvel að þú veist að fjármagnir kannski mögulega að fara að leita meira inn í japansk hagkerfi aftur og þetta kannski bara svona enn eitt svona ógnir sem að Bandaríkin stafar af rauninni að
halda þessu bandarækjadólar sem aðalmáli. Ég meina Japan, þetta er að snúast við svolítið í Japan. Við erum að sjá Kína kaupa gull og selja ríkisskuldabréf. Við erum að sjá mörg lönd vera að semja olíuviðskipti í öðru heldur en svo kallan petrodollar. Og svo sjáum við eitthvað í þessu grænlandsmáli, eitthvað svona fyrirtæki, sjóður, lífeyrissjóður í Danmörku bara ákvað að selja. Seldu bandarísku. Og það gæti alveg verið ef fleiri fara að fylgja þessu eftir. En ég held það, þetta gerist áður en Trump talaði í Davos. Þegar þú seldi þetta. Mér fannst pínu, ok, þú veist, margt sem að sagði því sem á Arli pínu bara svona, wow, þessi náðingi. Það sagði líka, I'm your daddy. Það sagði, I've been called your daddy. Já, það var þá sem að var ruggla saman í Ísland við Grænlandi. Jú, hann sagði, they called me daddy. Já, they called me daddy, en sko, hérna... Við fyrir að kalla hann hérna Daddy Trump. Já, en sko, þú veist, ég fekk samt tilfinninguna, þú veist, þó svo að ég geti vel skilið það, eitthvað sem horfði á svo ræðu og var bara hristandi hausinn, bara... og ég tek alveg undir það að mörguleiti, en ég ætla samt að segja ég fekk samt væpið að eftir þetta að maður var bara nóg gerði, þú veist fuck around and find out, sko ég ætla ekki að fara, þú veist þess að það er algjörlega galið að íslenski stjórnmálmenn séu eitthvað að dyggðaskreita sig með eitthvað anstöðu við Trump í þessu, ég vil bara alls ekki vera að draga athyglinna hérna að Íslandi og ég velti fyrir mér þegar hann augljóslega mismæli sig 4 sinnum í Davos, segir Æsland og það var frekar augljóslega samhenginu að hann var að tala Grænland, sko en ég velti fyrir mér af hverju samt, þú veist, að því þú misir, þú veist, það er ekki í sálfræðinni Freudian slip, sko að hérna Þú meinar að hann var búin að hugsa Ísland það sem mér er langlíklegast er að hann náttúrulega er að tala við sitt fólk á sínum fundum og því að Ísland hefur raunverulega mjög mikið af sömu eiginleikum og Grænland þegar var það einhverja hernaðarlega staðsendingu, sko. Jú, en svo hafaði kannski við höfum ekki kannski það sem að mögulega hluta af þessu, það verður að tala shippingleðir hernaðarlega, við erum að tala þess að rare earth. Já, einmitt, ég held að það sé minna atriði hjá honum, sko. En ef þú hugsar þann part, ég sá tölur þar sem að þú tókst allt svona rare earth material sem er til í Bandaríkjunum, talið að sé til í Bandaríkjunum og svo settur við Venezuela og Grænland inn í sem eitt fylki í Bandaríkjunum. Já. Þá náði bara samanlagt Venezuela og hérna Grænland 38% af öllu rare earth fyrir sem Bandaríkjan myndi eiga. Þetta er hátala, sko. Já, mjög. Þú veist, ég held að það sé alveg faktor í þessu, sko. Já, það gæti verið. Ekki spurning, það gæti vel verið, maður veit það ekki. Mér, það er rosa mikið. Aðalatrið er international, sko, military strategic, sko, reason, skiluru. Já, international security. En ákveður, þú veist, ég held að þetta sé alveg faktor. Minna, við sjáum alveg fram á því. Það má vera. Gervigreindinni í þessum tækniframleiðslu, í hernaði líka, þá er mikið af þessum málumum notað. Kína er búin að vera að leggja undir sig mikið í Afríku og jafnvel Asíu og Bandaríkin hefur verið háð Kína í þessum viðskiptum sem þeir vilja ekki vera, þannig að þeir eru svolítið að keppa að ná ykkur yfirráðum yfir þetta á einhvern nátt. Þetta er reyndar hljómar, þetta er reyndar bara mjög sannalegt. En ekki spurning, líka hernaðaleg pælingin, sko. En þú veist, ok, þannig að hérna já, þú veist það er kannski ekkert mikil þörf að tala meira um Grænlandskonceptið. Nei, og ekki Japan svo sem heldur mér, það er kostningar fljótlega í Japan, ég held að við höfum eftir að sjá áframhaldandi hærri vexti, það hlýtur að vera eins og þú segir, það hlýtur að vera, þú veist, áhrifin að þessu sé alltaf minni og minni. En þá er að þriðja svona stóra atriðinu það var mikil spenna gagvart niðurstöðu sem var að vænta miðjan janúar. Niðurstöðu Hæstaréttar Bandaríkjanna lögmæti þessara tolla hjá Trump. Og ég skal viðurkenna, ég átta mikið á hvort að sé allir tollarinn undir, ég trúi því nú alla, en allavega þetta er gríðarlegt umfang tolla. Og málið var flutt í fyrra, held ég einhvers staðar á bilinu nóvember, desember. Og Polymarket, sem kom mér á óvart dálítið, var að prísa inn líkurnar, bara eitthvað 62% af tollanir eru dæmdir ólögmætir.
Já, ég sá það alveg upp í 67 eða eitthvað þegar ég Já. kíkti einhvern mann á það fyrir ykkur síðan, svolítið síðan ég kíkti á það, en þú veist það sem segir það bara 1/3 möguleiki samkvæmt Polymarket að verið lögmætir. Já, og sko ástæðan mér finnst þetta bara merkilegt, þetta hef ég ekkert kynnt mér málsástæður þeirra sem að stefna bandaríska ríkinu hana, en þú veist það hlýtur þá að vera vegna þess að gerir á fyrir aðkoma þingsins hafi ekki verið fullnægjandi eitthvað svoleiðis sko, þetta sé of einhliða ákveði hjá Trump eða ríkisstjórninni hlýtur að vera eitthvað því ég veit ekki það ekki. Auðvitað hefur ríki heimil til að setja tolla eins og hérna því sýni sko. Það kann að brjóta gegn einhverjum alþjóðasáttmálum eða eitthvað en það ekki landslögin sko, en hérna þannig að það hlýtur að vera eitthvað svona stjórnskipulega ástæða og líklegast eina sem myndi eftir að koma þingsins en sko svo náttúrulega að skipan Hæstaréttar Bandaríkjanna þetta republikana vígi núna en auðvitað eins og ég sagt árið hlaðvarpi að náttúrulega vandaðir dómarar dæmi eftir lögum en ekki eftir því hver situr í Hvíta húsinu en sko þannig sko eins og í íslensku réttafari þá þetta þannig að eftir að mál dómtekið, eftir að búa að flytja málið þá hefur dómari var 4 vikur til að birta dóminn og svo má framlengja það 4 vikur í viðbót og svo bara, þú veist, þá bara þarftu að birta dóminn annars þarf að flytja málið aftur ég gat ekki betur séð þegar ég var að kynna mér þetta að það eru engar slíkar fastmótaða reglur Hæstarétt Bandaríkjanna okay. og fyrir vikið þá verið að tala núna að þessi búist við þessu í febrúar mögulega í lóki janúar eða jafnvel í mars og sko eitt hlýtur að vera að því að það augljóst að markan augljóst að prísinn þá þessar 60% líkur það bara, þannig ekki að vera prísinn hérna underdogs líkunar já, sko. Minna það, já, make sense að það hlýtur að vera ef bandaríska ríkið vinnur þetta mál að markaðir keyra upp það hlýtur að vera þannig að ég mjög spenntur fyrir að sjá þessu niðurstöðu og líka annað sko þetta gæti, þú veist, maður bara sé það í sögunni, þú veist, eins og með Nixon og aðra forseta að þú veist, það getur verið rosalega svona, hvað maður segja það getur bitnað rosalega á svona árunni sem forsetin hefur þegar Hæstiréttur kveður upp niðurstöðu, kveður upp dóma í svona fundamental málum gegn honum að þá þetta einmitt bara svona gaurin, hann ekki gaurinn með valdið hérna, skilur þú veist, en þannig að ég held að það sé rosalega stórt ekki bara fyrir markaði til skemmri tíma heldur líka bara fyrir Trump til lengri tíma sko. Já, og Trump hefur þetta bara svolítið svona þannig sé gefið vísbendingar það að ef þetta verður samþykkt þá mun hann, verðlauna fólkið með einhverju svona að allir fá eitthvað pening og að lækka skatta það því svona muni eitthvað jákvætt koma út og hann svona nánast svona þannig ekki sagt okkur það ef ekki þá bara það er bara alltaf verið umulegt hérna út af því að establishmenti Jerome Powell og Hæstiréttur að gera allt umulegt sko. Hann mun spila þetta narratív þannig sko og þú veist ég held að einhverju leyti hann mér sagði hann í Davos hann sagði bara there are some stupid people like Jerome Powell þú veist og maður bara, wow, maður ekki vanur að heyra menn bara tala svona, skiluru en hérna og þó ég hef aldrei verið hrifin af einhverju svona grottaralegum búlli, skiluru þá samt pínu svona þú veist, ég einhvern get ekki annað en fundist hann svona smá spaði að vera hana með einhverju valdamesta fólki heims sem ég held að upp til hópa mjög fáir vildi að hann yrði forseti og þú veist, í einhverju skilningi bara svona líta niður á hann, en hann mætir hann og hann bara, þú veist, bara F you, skilur, ég bara að fara að tala eins og ég vil tala, sko, þú veist. Já, ég á samt að viðurkenna það alveg, ég á stundum erfitt með það, ég held að vera auðveldar að horfa á stundum ef hann væri bara svona settur í teiknimyndabúning einhvern veginn, að mér finnst stundum eins og þessi horfa á teik. Já, þetta er eitthvað sem þetta er algjörlega hannig, sko, hann er svona Simpsons fígúra, en ok, þannig að þú veist, þá ég alltaf búin að taka þessi 3 mál sem hérna mér finnst vera svona hafa verið markverðust þessa vikuna
en þú nú alltaf með einhverja punta. Já, ég á ekki að gera bara eins og ég hef gert svona svolítið undanfarið, það er svona að koma með smá upptalningu, kannski meira í svona jákvæða átt, sko. Já, ég held að við séum alveg komið með nóga að hinna neikvæða. Já, ég man ekki hvort að við ræddum það síðast, ræddum við nokkuð síðast að það er svolítið sérstætt þegar þetta Clarity Act kom sem að svona vísbendingum ætti að banna hérna tokenized stock, að þá gaf New York Stock Exchange út að þeir ætla að fara tokenized þeirra og vera með 24/7. Þetta er þetta risafrétt, ég bara manum leiði sá hana að koma aldrei bara mánudaginn bara þetta er að tala ég svo glemdi þessu, en þetta er náttúrulega risafrétt. Já, og það eru ekki búin að gefa út neitt svona hvaða bálkakeður ætlar að nota, það virðist vera bara svona þeir ætla að vera með private bálkakeðju. Já, heldur það? Það virðist vera svona fyrstu skref, svona án þess að ég viti að þá verður það svona getgátur það, sko. Okay. Chainlink er kannski það helsta sem að þeir eru konir, ég heyrði allan getgátur það er ekkert staðfest, að þeir væri samt með samninga við, þú veist, Chainlink. Já, þú veist, þetta er áhverst tímasetning líka, sko. Það er eins og að vera ekkert vera að hlusta á þetta Clarity Act, sko. Svo sá ég að fjármálaráðgjafar 99% ykkur könnun segja að þeir munu ráðleggja meira að kaupa meira krypto 2026. Það er að segja increase your position. Að 99% fjármálaráðgjafar. Ég kaupi ekki. Nei. Ég kaupi aldrei svona 99%. Nei, þetta er rosa hátala. Ég var með ég stoppaði við það líka. Það er bara að segja allir fjármálaráðgjafar í Bandaríkjunum sé að fara ráðleggjar að kaupa krypto. Nei, no way. Svo hvar fékkstu þessar? Ég bara manna það ekki. Þetta er eitthvað svona kopið fyrir einhver síðan, sko. Okay. En svo að því að, þú veist, ekki beint Beckham frétt, en veitingahúskeðjan Steak and Shake, þeir voru að kaupa 10 milljónir í Bitcoin fyrir corporate treasury. 10 milljónir íslenska krónur? Nei, 10 milljón dollara. 10 milljón dollara, ok. Já, svo einu frétt, ég veit ekki hvort það var svona að taka eftir, það er komið nýtt kaupallasjóður. Ok, nei, það fara á mér. Viltu gíska það? Súi? Nei. Avax? Nei. Skjóttu. Á ég að gefa vísbendingu það? Er þetta Pudgy Penguins eitthvað svona? Þú ert nálagt í, þetta er allan í sama flokki. Shiba, Bonk. Doge. Ok, já, en það var alltaf komin Doge. Var komin Doge? Já, en þetta er á nýr Doge ETF. Já, ok, ég held þetta væri fyrsti. Nei, það var komin Doge. Ok, ég þarf eitthvað að fletta þessu. Bíddu, sorry. Ég rugglaði að það var komin Doge umsókn. Ég las þetta bara í fyrsti kaupallasjóður. Fyrirgefðu. Já, auðvitað. Það er rétt. Ég var auðvitað Doge umsókn. Já, ok. Það er bara svona, já. Svo sem er svo sem engin áhrif á markaðunum, ég er svona áhugavert sem ég sá að Bermuda, sem er nú ekki stórt land, að þeir eru komin eitthvað samflót með Swiss og Coinbase og Circle, þar sem að þeir ætla einhvern veginn að búa til eitthvað svona full-on chain national economy. Þar að þeir ætla að raunin að setja allt hagkerfið á bálkakjönu. Áhugaverð tilraun. Já, einmitt. Mjög. Það er svona, já, þetta er svona bara svona skemmtilegu upptalning að Þetta var svona hotnið sem ég hefði getað að kalla hei í harðindum. Já. Það er bara, maður er svo meðvitað það að eitthvað steak and shake að kaupa 10 milljón dollara. Ég veist að spyrja hvort það væri íslenska krónur eða dollara, sko. En ok. En svo er bara einhvern veginn, bara sálfræði mannst einhvern veginn þannig að þú tekur mest út úr tilfinningarlega þess hvernig hlutinir enda. Já, og ef við endum okkur í jákvæðum fréttum þó að ég þurfti að draga fram steak and shake að þá bara einhvern veginn mun fólk segja já, það er bara markaðan í líta vel út. Alls konar að gerast. Já, ég en mér finnst það samt bara að þú veist, þetta er bara svo lífið, það er bara að koma kaplar og sumir eru auðveldir og aðrir eru erfiðir, en það er þú veist, þroskinn kemur samt ekki síst í erfiðu köflunum og og ef maður næra að einhvern veginn þroskast á erfiðum köflum þá er maður í miklu betri stöðu til að njóta auðveldari köfla síðar meir og ég finna bara sjálfum mér að svona, þú veist, ég er bara svona ok, þú veist
það ekkert eitthvað sunshine and rainbows að vera í krypto akkurat núna en það hins vegar svona finnst mér kjöri tækifæri til að virkilega leggja höfuðbleiti og gera upp í sig, þú veist, af hverju ég í þessu og ég alltaf búin að svara fyrir sjálf mig, ég í þessu að því ég trúi á betri og fallegri heim og ekki bara það, heldur finnst mér finnst ég eitthvað ekki hvað ég segja, bara svona mér finnst ég geta réttlætt það að vera ekki tilbúin að veðja á það líka þú veist, af því að þú veist ég maður bara eftir svona, maður kynst fólki sem eitthvað svona, ég veit ekki ef þú segir við mig, herru, viltu fara einhvern business og þetta getur gengið mjög vel en það þú veist, fyrstur að fara í gegnum mjög erfitt og mjög mikil óvissa og þekki típuna sem eru svona, já, herru gerð þú þetta fyrst einn, þú veist, þetta við á leiðilega og svo, þú veist, ef það gengur vel, heyrðu þá í mér og þú veist, þú fatta mig, þessar típur eru til og ég hef aldrei þolað þær en ég elska típunar sem eru bara svona, ok, kýlum á þetta og bara vonum það besta og trúum að hvað gott muni gerast og gerum gott úr þessu. En þú ert líka semst að segja það bara, ef við förum niður í 60, það jákvæða við að við munum bara þroskast meira. Ég ætla ekki. Og það þá neita að trúa ekki að fara eitthvað mikið niður. En ég sagði bara ítrekað í hverju þætti, ég segi bara aftur, meðan við erum á Sveinsi, 80-106, þá ekkert búið að gerast. Nei, það rétt. Það það sem ég hef sagt og ég er svo fegin að ég hef sagt það líka bara við sjálfa mig, af því að þú veist, þetta búið að vera þetta klassíska, svona jójó, þetta fer með tilfengjum alveg upp og svo lemma niður, svo að örrætt með hann upp aftur. Og þessi verðmæð sem núna, þetta ekki ástæða til að vera í ykkur panikmóti. Þetta bara ástæða til að vera með meiri þolumæði og ef þú trúir á markaðinn þá vitum við, þú veist að bara þú þarft jafnvel bara ennþá meiri þolumæði þangað til að það fer að hreyfast en þetta ekki að fara í 0. Ekki nokkuð spurning. Björn Harðarsson, ég þakka þér bara kærlega fyrir góða yfirferð og skemmtilegt spjall og ég þakka ykkur kæru hlustundur fyrir hlustununa og áhorfið og við heyrumst og sjáumst aftur að vikuliðinni. Þangað til næst, verið sæl.